Kæru vinir, góðir Íslendingar. Mikið ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það alveg augljóst hver með okkur í liði. Ég stend hér vegna þess að ég trúi á Ísland. Ég hef óbilandi trú á landin okkar sem ég hef kynnst frá svo mörgum sjónarhornum. Sem blaðamaður tók ég viðtöl við spennt börn sem voru að byrja í skóla, við bændur sem voru að kynna nýjar afurðir, við íþróttafólk sem sló Íslandsmet og við frumkvöðla sem voru að stofna fyrirtæki. Sem lögreglumaður kynntist ég fólki á þeirra viðkvæmustu stundum. Þegar andlát bar að garði, þegar slys urðu á fólki eða brotið var á þeim. Ég kynntist öðrum lögreglumönnum, heilbrigðisstarfsfólki, sjúkraflutningamönnum, slökkviliði, fangavörðum, sálfræðingum og prestum sem leggja líf og sál í verkefni hvers dags sama hversu erfið þau eru. Sem systir yndislegu Nínu Kristínar kynntist ég snemma stöðu foreldra og systkina langveikra barna, álaginu og þröskuldum kerfisins, kynntist einstökum börnum, klettaskóla, starfsstöðum fatlaðra, iðju, þroska og sjúkraþjálfurum og tónstofu Valgerðar. Sem dóttir foreldra minna kynntist ég kennurum, skólum og tækniframförum í gegnum mömmu mína, lögfræðingum, hestamönnum og hálendinu í gegnum pabba minn. En líka krabbameinsdeildinni, læknum, hjúkrunarfræðingum og magnaða stuðningsnetinu í ljósinu og krafti. Sem þingmaður og ráðherra fekk ég síðan enn dýpri sýn á samfélagið okkar og landið allt og lagði mig fram að skilja og þekkja hvar við getum gert betur hverju sinni. Náð meiri árangri, skarað fram úr og stutt fólkið okkar. Ég fór landið og hlustaði. Og nú sem námsmaður erlendis sá ég Ísland frá öðru sjónarhorni. Sá hversu smá við erum en líka hvers megnug við erum. Ég sá auðlindir okkar og þrautseigju frá öðru sjónarhorni. Hvað við eigum sameiginlegt með öðrum þjóðum og hvar við skerum okkur úr. Ég fyllti stolti af því hvernig á okkur horft að utan. Svona höfum við, hvert og eitt okkar sem hér kynnst Íslandi. Á mismunandi hátt öll en á svo ótal marga vegu. Og ég trúi því að við eigum það sameiginlegt hvar sem við stöndum og í sama hvaða fylkingu við skipum okkur nú að trúa á Ísland. Við stöndum á krossgötum og næstu ár skipta öllu máli fyrir Ísland og fyrir framtíðar kynslóðir. Svo margt mun breytast í heiminum sem okkur órar ekki fyrir nú. Tæknin mun umbreyta því hvernig við gerum flest allt, skipan heimsmála að taka stakkaskiptum, Evrópusambandið stendur á krossgötum og mikil óvissa það hvert það sjálft stefnir. Forgangsröðun næsta ára mun því skipta miklu máli. Þið sem eruð hér, forgangsröðu tíma ykkar í að koma og styðja við málstað sem þið hafið trú á. Þið sem heima sitjið völduð að verja tímanum og kveikja á og þið sem eruð að skrolla í símanum seinna og ákveða að stoppa í smá stund, velkomin. Það mikið í húfi að við ígrindum vel hvernig við greiðum atkvæði á laugardaginn. Hvernig við forgangsröðum tíma okkar sem þjóð næstu árin. Að segja nei einfaldlega að segja já við annarri og skýrari forgangsröðun. Forgangsröðun sem snýst það, sem skiptir fólki höfuðmáli hér á Íslandi. Og Ísland þarfnast þess nú að efnahagsmál séu í forgangi en ekki vanrækt líkt og við upplifum.
Þar gegna meiri einföldun, minni útgjöld, meiri nýsköpun og sterkara menntakerfi lykilhlutverki. Ísland þarfnast þess að við skiljum mikilvægi verðmætasköpunar og hvernig hugmyndir einstaklinga geti orðið drifkraftur breytinga og aflgjafi verðmætasköpunar. Og til þess að svo megi verða, verðum við að forgangsraða. Síðastliðið ár hef ég verið svo heppin að kafa ofan í þær umbreytingar sem eru að verða á heimshagkerfinu. Breytingar sem eiga sér stað á ógnarhraða og munu hafa mikil áhrif á daglegt líf okkar allra. Íslendingar eru jafnan fljótir að tileinka sér breytingar og framfarir í gegnum tíðina hafa gefið okkur fleiri tækifæri og meiri velsæld. Við eigum frábær samskipti við lönd innan Evrópusambandsins og utan, við Bandaríkin og við tökum það besta sem við fáum út úr því samstarfi, bæði í gegnum EES og NATO og varnar- og fríverslunarsamninga og það þarf að gæta að hlúa áfram vel að því og þeim samböndum og styrkja þau enn frekar. Af því að ef við ætlum að tryggja þjóðinni bætt lífsgæði í gegnum þær breytingar sem framundan eru, verðum við að vera tilbúin að setja í forgang þann undirbúning sem þörf á til að standast þá samkeppni. Þar hefur Evrópusambandið einfaldlega sofið á verðinum. En það hefur líka gripið til ýmissa aðgerða sem beinlínis hafa unnið gegn nýsköpun og auknum hagvexti. Saga Íslands sem sjálfstæðrar þjóðar sýnir að við getum sótt fram og verið í fremstu röð meðal þjóða. Við þurfum ekki að sækja í töfralausnir til Brussel þó enn sé margt sem gera þurfi betur. Þau eiga nóg með sig klyfjuð af þungu regluverki, seinagangi, skrifræði og minnkandi samkeppnishæfni. Og sú gagnrýni er ekki ný af nálinni. Og það ljóst að henni hefur ekki verið svarað af neinni alvöru af forsvarsmönnum ESB, hvorki hér heima né erlendis. Af því leiðir að enn er með öllu ljóst hvernig sambandið mun þróast næstu árin, til hins betra eða verra. Sterkar raddir eru þó uppi að þróa það enn meira til samþjöppunar og meira valds til Brussel. Er þá ekki bara betra, kæru vinir, að segja nei til að bíða og sjá? Við höfum það nefnilega í okkar höndum hvernig við viljum þróast sem samfélag. Og í stuttri lýðveldis sögu okkar höfum við siglt í gegnum ýmsan ólgu sjó. Það hefur reynt á þrek og samstöðu, en við höfum alltaf náð landi, skilað björg í bú, unga fólkið okkar hefur haft nóg að starfa og hver kynslóð búið við meiri lífsgæði en sú sem á undan kom. Og við mælumst ofarlega á öllum lífsgæðalistum í samanburði þjóða. Við höfum enga ástæðu til að bera kvíðboga fyrir framtíðinni. Við stöndum nú á krossgötum. Þess vegna þurfum við sjálf, kæru vinir, að velja hvaða leið við vörðum næstu árin. Forgangsröðun sjálf í þágu enn betra Íslands. Ég trúi á Ísland, ég veit að þið gerir það líka. Þess vegna mun ég á laugardaginn segja nei. Áfram Ísland og áfram Ísland.